Victoria 2 er náttúrulega algjör snild sko Já, og algjör klassiker sko. algjörlega. Ég spilaði hann mikið hér forðum daga en ég er nú ekki en það er eins og þetta með mér finnst þessi nýju leikir eitthvað svo asnalegir. Já, einmitt. Gallin sko að það búið dömma á niður til þess að reyna að gera þá aðlegandi fyrir sem flesta. Já. Á meðan að gömluleikinir eru það ekki. Þú veist, Victoria 2 alveg er mikið flóknar held ég en 3 og eins með Europa Hearts of Iron 2 sem miklu flóknar heldur en Hearts of Iron 3 mikið flóknar heldur en 4. Já. Ég er náttúrulega byrjaði að spila Hearts of Iron fyrir svo lengur síðan að það var ennþá Hearts of Iron 2. Já, þannig að fyrir mér er sko Hearts of Iron 3 bara nýi leikurinn sko. Já, einmitt. Einmitt með það sko, ég er nú fyrir einhverjum árum síðan þá keypti ég mér nú Hearts of Iron 4. Já. Vildi ég ekki en þó installaði hann sko. Nei, ég reyndi að spila hann mikið en ég spilaði hann þá líka mikið með mods. Black Ice mod er býsna gott sko. Hann alltaf flækir leikir alveg þvílíkt. En ég var að leika mér að núna í síðasta segi við Victoria 2 sko. Það var að leika hérna á saman á Stór Þýskaland og hérna pröfa að fara yfir Infamy limitið. Infamy? Já, ég hef venjulega ekki gert það sko. Bara gefa alveg skít í það sko. Og það tókst sko. Þannig ég er alltaf lang öflugasta ríki núna. Veitu hvað meinar með fara yfir Infamy? Þú getur verið með max 25 í Infamy. Ef þú ferði yfir það, þá fá öll önnur ríki kassu spelli gegn þér og ráðast á til þess að kötta þér niður. Já. Og þú missir alla bandamenn og allt slíkt og verður svona piraya state. Já, þetta eru svona bad boy points. Þetta er svona bad boy points, já. Það er fyrst að skipta sig pröfa að fara yfir það og bara þú veist, gefa alveg skítið ég að koma með 400 eitthvað Infamy. En gallin er bara það. Það vartu alltaf í styrjöldum náttúrulega. Já, og til að byrja með sko. Ég náttúrulega náði að brjóta bara alveg á baka aftur Rússland, Frakkland og Bretland komið vekk fyrir Ítalía getið saminast og er náttúrulega komið með alla miða Evrópu. En gallin bara við þetta er allir með þess að þú getur ekki verið með svona leppríki og það er allan svona heimskulegi featurear. Þannig að notaði bara console command til þess að fjarlægja Infamyð. En það er ákveðin featurear í leiknum sem færi töðar á mér. Eins og þetta sko að þeir eru áttilegum sig eitthvað leppríki að þú getur ekki stýrt til þess betur. Það er alveg fáránlegt. Ég til dæmis eins og núna, ég var í stríði sem þetta hjálpa Kína og þá brýst út allt í einu svona crisis og hún gengur út og það verið að Tyrkirni krefast þess að fá Austur Makedóníu sem ég var búin að frelsa. Ég var búin að berja Tyrkir á bak aftur og frelsa Búlgaríu og Búlgaría var mitt leppríki. Og þá að því að ég er í stríði í Kína sem ég er alveg að rústa og vinna þá get ég ekki tekið þátt í krísunni. Já. Þannig að þá misti Búlgaría Austur Makedóníu. Þannig að núna er ég aftur þar ég fara aftur í stríði við Tyrkínu sko, til þess að taka þetta af þeim. Það er allan svona featurear sem en það er leikurinn gamall hann er ekki fullkomin alltaf en ég nota þá bara svolítið svona console command til þess að fara fram hjá svona því sem ég finnst vera svo of stupid heimskulum hlutum. Ég nefnilega spilaði þessa leiki of mikið í gamla daga. Já. Og ég held að sé alveg komin alveg mörg ár síðan ég spilaði þetta síðast. Já. Eða sko þessu Hearts of Iron og Victoria en það sem maður var auðvitað kannski sérstaklega með Hearts of Iron eða svona það sem maður var ofta að gera í þessu leikjum sko var að maður var að reyna að búa til eitthvað svona undarleg ríki og svona. Já. En síðan eiginlega þegar ég byrjaði í kortadellunni þá fekk ég alveg þeirri svona kreatífu hvötum þeim kreatífu hvötum fullnægt ég skil það í kortadellunni sko, ég bara teiknað eitthvað og skrifað eitthvað sko í staðan fyrir að vera eitthvað að baksa við að búa það til í Hearts of Iron sko. Já, það er einmitt það sko það er þess svona bordergór í þessu leiki fjársvæði tjóðaráminn sko það er oft snúið að reyna að fá þetta til svo fínt. En á hinbóinu þetta eru aðri hlutir eins og í Victoria til mig sko þessu iðnvæðingu og þjóðfélagsþróun og svona population control og allt þetta sem að er náttúrulega
örugglega mjög skemmtilegt var mjög skemmtilegt að leika sér með og svo og svo náttúrulega þessu Crusader Kings og svona skilur það sem að maður miklu meira svona eitthvað role-playing og eitthvað en allavega svona þú veist eitthvað svona skapandi eitthvað svona hneigð til þess að vera að búa til eitthvað svona ítalska Suður Afríka eða eitthvað þú veist búa til eitthvað kort og eitthvað svona skemmtileg landamör og svona það gat maður bara gert þegar maður var að teikna sko. En er það ennþá í því? Nei mörg ár síðan ég hætti því. Já, það, mistur þú áhuga hann eða? Þetta gerir eitthvað annað? Ég var auðvitað í því svolítið þarna áður en ég byrjaði að vinna sko. Þú veist, meðan ég var í háskólanum og þá var maður mikið, þú veist já, maður kannski hafði meiri frítíma og svona, ég veit það ekki og það kom hann að tímabila sem að ég var svolítið að svona var svolítið svona að fókusera á þetta, ég var með eitthvað vefsíðu þarna og var að taka svona commission sko, fólk var að borga mig fyrir að teikna og svona og ég var alveg þarna var smá gluggi þarna sem ég var aðeins að vinna svolítið í þessu en síðan byrjaði ég að vinna sko og þá misti ég, þú veist, allan áhuga á þessu en þú veist þess að maður fer inn á þessa síðu sko þarna það fyndi að skulle nefna þetta því ég fór einmitt inn á þetta bara núna í fyrradag eða eitthvað Já, ok, og þú veist Er það þarna DeviantArt, varstu þar eða? Já og þú veist, það er alveg bara allt að gerast, eða fullt af einhverjum ólestum notifications skilur því ég fikk kannski inn á þessa síðu skilur einu svona 2 ára fresti núna eða eitthvað og eitthvað svona í inboxinu skilur fólk að senda eitthvað svona eitthvað megum við nota þetta kort í eitthvað roleplay dót eða megum við eða ertu að taka commissions eða eða hitt og þetta sko þannig að áhugavert en þetta var aldrei gaman sko Jæja, herðu við erum kannski bara að fara að taka upp hlaðvarp í dag ef að gera það kannski bara Jú drífa þetta í gang Herðu, það bara kerum við þetta í gang Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Sarnaldsson heiti ég. Já, við erum mættir hingað aftur í hlaðvarpið Söguskoðun. Þetta mun vera þáttur númer 82. Við vorum hér í síðasta þetta að ræðum Rauða krossin. Mjög skemmtilegt málefni sem að koma svolítið svona í hvað ég segja, svolítið svona í framhaldi af umræðum okkur krímstríðið og svona vakningu sem að varð meðal fólksum aðbúnað hermanna í stríði miðja og upp úr miðbyggi þar síðustu aldar þeirri 19. sem var þessar Rauði krossin og stofnar við tókum smá umræðu hér Rauða krossin í síðasta þetti Ég vil maður að ræða þetta eins meira í þetta með dag og vil maður að tala svolítið hennan stríðslög í þettinum í dag og þá það er spurning hvar maður að byrja og ég get ekki byrja með því að sko Noregur náttúrulega mjög upptekinn af alþjóðalögum og Noregur verið sérstaklega upptekinn af allar svona alþjóðsamstarfi svo Sameinuðu þjóðunum og svona eins til dæmis ég sé í norska hernum það mikil áhersla á þetta Genfarsáttmálann hvaða lög gilda til dæmis allir norskir hermenn þurfa allavega að fá 2 klukkutíma kennslu í því hvaða lög gilda sem farið í sauman á því hvernig mega haga sér á vígvöllunum með ekki
Já, og eins bara svo við sjáum núna náttúrulega í fréttum umræðum þetta ekki flóttamanna hjálp Sameinuðu þjóðanna sem við verið að tala að eitthvað ríkjum heims eru nú búin að hætta við að borga til þeirra út af því að einhverjir starfsmenn þeirra eru vist mögulega tengdir hryðjuverkunum 7. október í Ísrael. já Allavega hana, þú veist, það eru umræður núna, þú veist, einhverjur ýmis ríki neita að borga núna til þeirra. Stort vandamál, Noregi þetta er ekki í hug að stoppa þær greiðslur. Noregur heldur áfram. Og mér finnst svona almenna svona orðræði Noregi, við erum mikil áherslu á þetta. Einmitt. Allavega hana. Þannig að þess vegna hef ég svolítið verið í þessu, því ég er náttúrulega þá að kenna þetta inn á milli. En byrju, hver er mest að kenna þetta? Hermönunum, óbreyttu hermenn, þess að þeim sem eru óbreyttir hermenn, þeim sem eru gegna herskildunni. Einmitt. Og það er mikil áhersla lögð á þetta í norska hernum, hvaða lög gilda í stríði. Og ég held að það sé ekki bara í norska hernum, ég held að það sé sérstaklega í öllum vestrænum herjum. Bæði og það er samt nefnilega misjant, að til dæmis þegar ég var að herpresta ráðstefnu hérna í haust, þá til dæmis var ég að tala það sko, hvað er lögð mikil áhersla á það að við eigum að bera með Rauða krossinn þegar við erum að heræfingum. Mikið að hinum herprestunum báru aldrei Rauða krossinn, þó er eigi að gera það samkvæmt alþjóðalögum og við vorum að ræða það hvort að menn myndi nota þetta í stríði eða ekki og þá var það áhugavert að hluti af þessum herprestum, þeir sögðu að þeir myndu ekkert nota Rauða krossinn í stríði. Nei. Á meðan að þú veist, ég fæ skýr fyrirmælum og þetta á ég að nota veist, og það þegar með þessi orðræði í Noregi og jú, vel merkja auðvitað í herjum svona almennt en samt að vera áhugavert auðvitað að tala við hinn og þessa hermenn sem hafa verið í alþjóðaverkefnum og maður svona heyrir að það er auðvitað mismunandi hvernig þetta allt er. Einmitt. En þá allavega, þú veist, það er þá tölur áhersla í norska hernum og þetta er náttúrulega ásjáðanlega líka þá rætur að rekja þetta til sko þessar svona alþjóðaréttar og maður byrjar til dæmis þá oft með því þá að tala til dæmis almennt þú veist hvað er alþjóðaréttur. Einmitt. Og þá til dæmis sko liggja þar ákveðin svona prinsip eða grundvallarreglur svo til dæmis sjálfstæði þjóða öll ríki sem eru sjálfstæð eru til dæmis sko jöfn á alþjóðavettvangi að þess vegna til dæmis í Evrópusambandinu að Luxemborg hefur þannig séð jafn mikið að segja og Þýskaland að ýmsu leyti já. Litla Ísland getur fengið sæti í öryggisráðið Sameinuðu þjóðanna eins og maður börðust fyrir á sínum tíma ég veit. Og einmitt Noregur hefur sett í öryggisráðinu og það er einmitt líka þessi rosalega áhersla í Noregi á Sameinuðu þjóðirnar það er mjög ánægð með það og Noregur mikið að svona berjast fyrir því að taka sko, láta mikið fyrir sér fara á alþjóðavettvangi eins og bara í friðarviðræðum. Noregur oft verið að blanda sér í hinn og þessir deilur og verið að reyna að koma á friði til dæmis þessi Oslo-samningar sem mikið verið að tala náttúrulega tengslu við Ísrael og alveg rétt, Palestínu. Veitu hvenær var það, 98 eða eitthvað svo Já, ekki, 97, 98 97 kannski, eitthvað þannig, The Oslo Accords er ekki það sem kallaðast á ensku. Já, einmitt. Já. Veitu hvernig er með friðarverðlaun Nobels, er það Svíþjóð eða? Nei, það er bleið Noregur sem gefur friðarverðlaunin. Einmitt. Þannig að þeir eru með stofnun eða útibú í Oslo. Einmitt, já. En allan, þannig að þessi grundvallar prinsip þá í þessum alþjóðarétti er þetta jafnrétti milli ríkja og það sem þá er mitt sjálfstæði ríki eitt af megin verkefnið þeirra er að halda uppi sjálfstæði sínu og engarétti með orðar sem svo yfir eigin þá landsvæði samber það, þú veist, norskur hermaður má alls ekki fara yfir landamæri til Svíþjóðar í herbúningi af því þá ertu náttúrulega að brjóta á fullrétti Svíþjóðar og slíkt. En þegar Ísrael er að bomba Damaskus? Já, það er nefnilega það verður náttúrulega mjög flókið náttúrulega hvernig þú ert sko, hvernig það er samkvæmt alþjóðarétti því það er náttúrulega ekki stríð en það sem er að ok, ég verður að spóla þess tilbaka því náttúrulega líka vandamálið í þessu er að hugtaki stríð er hugtak sem menn vilja almennt ekki nota í dag. Nei.
í íslensku, að því Ísland er ekki tengt neinum stríðum, þá notum við ennþá þetta stríðshugtak, en í norsku til dæmis þá tala um kríg, það er bara þýska orðið. Norskir stjórnmálamenn nota alls ekki orðið kríg. Þeir reyna að forðast það eins og við geta, og það er eins með Bandaríkjumenn forðast hugtakið war. Rússar líka, þeir segja yfirleitt special operation. Nákvæmlega, og ástæðan fyrir því er einmitt þessi alþjóðlög sem gilda, því leið og er stríðsástand, þá eru líka ákveðna reglur sem gilda, en þannig að þessi almennt er talað sko þá vopnuð átök. Já. Þannig að maður getur til dæmis nota þá orð, það er vopnuð átök og þá nær það yfir mikið meira, það nær þá líka yfir borgarastríð, það nær yfir uppreisnir, það til dæmis það er erfitt að tala stríð til dæmis í Ísrael og móti Hamas, því Hamas náttúrulega er ekki ríki, Palestína er náttúrulega ekki til sem sjálfstætt ríki. Þetta er mjög eitrað umræðefni og menn eru það með mismunandi skoðunar á því öllu, en samkvæmt alþjóðarétti þá náttúrulega er Palestína ekki viðurkennt sem sjálfstætt ríki. Nei. Og þess vegna til þess að ná betur utanum þetta, þá nota menn þetta hugtak, vopnuð átök. En allavega, og það hangir náttúrulega líka það sama með alþjóðarétti, þetta eru kannski 3 grundvallaratriði, það er jafnrétti ríkjanna, það er krafa að þú grípir ekki inn í fullveldi annarra ríkja, skipti þess að þetta ekki á innanríkismálum annarra ríkja, og síðan það er ólöglegt að beita vopnum gegn öðru ríki. Já. Hvort sem það er óbeint eða beint, þannig að hernaður er raun og veru ólöglegur. Nema þá náttúrulega auðvitað sem í sjálfsvörn eða eitthvað slíkt, en síðan flækst þetta náttúrulega líka með því að mannréttindin er alltaf að hlaða utan á sig og mannréttindin er alltaf að verða mikilvægur og mikilvægari. Já. Og þannig er það orðið í dag að menn velta fyrir sig hvort það sé komin jafnvel krafa það að þú grípir inn í ríki sem að brjóta á mannréttindum, og þá getur maður að segja spurningamerki við hversu mikilvægur er það ennþá þessi krafa þá að virða sjálfstæði ríkja, og þetta er svo með beit alltaf fyrir sér, ekki skipta þér að hvað við erum að gera í Tjetjeníu, þetta er rússneskt innanríkismál. Algjörlega en þetta auðvitað tengist líka svolítið þessari svona sögulegu þróun í þessum málaflokki, vegna þess að þannig að verður grundvallar breyting eftir seinni heimsstyrjöldina, þess að þú færð þessi mannréttindi inn í. Já. Og mér skilst að það sé alveg ákveðin, það er miklar umræður alþjóðleg mannúðarlög, eða International Humanitarian Law annars vegar, sem er þá Genfarsáttmálin basically frá 1949 pluss aðrar bókanir og annað sem gilda þá stríð, og síðan þessi alþjóðlegu mannréttindalög sem er svo mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, og hvað gildir hvenar og svo framvegis, og við erum auðvitað með eftir stríðið búið að segja, skilur mannréttindi er réttur til lífs til dæmis, mér skjótlast ekki. Já. Á meðan samkvæmt mannúðarlögum þá er auðvitað leyfilegt að taka líf, sé það gert með réttum hætti, fattaru, sérst í stríði, opinberu stríði á milli aðeila og svona. Þetta eru 2 mismunandi hlutir, og svo þetta með þessi mannréttindalög eða þannig, þau gilda náttúrulega yfir alla, hvort sem þau eru í stríði eða ekki, þannig að þú getur verið eða ekki, þú getur verið dæmdur, dregin fyrir dómstólum, fyrir alþjóðadómstólum fyrir að brjóta mannréttindi sem mannréttindasáttmáli Evrópu og svona. Já. Og það er með það sem ekki flækir þetta náttúrulega, og þess vegna er það líka alltaf að vinda upp á sig, að því að síðan ég sagði það, í raun og veru er stríð ólöglegt, mátt ekki beita stríði, en það er nokkra undantekningar, meðal annars til dæmis að ef þú ert með löggildingu frá Sameinuðu þjóðirnar ákveða að leyfa hernaðar í hlutun, til dæmis borgarastríði í Líbíu 2011. Já, og Íraksstríði 91. Nákvæmlega, Íraksstríði 91, þannig að það allir eitt dæmi, sjálfsvörn auðvitað. Og það er líka, þetta eru mjög fá dæmi, eða ekki?
mjög fá dæmi. Af því að stórveldin eru náttúrulega alltaf með neitunarvald á hvern annan. Það er nefnilega máli, það er stoppað þetta venjulega. Þannig að maður getur ímyndað sér hann að þú ert með hann að pínlítinn glugga þarna 91 sko, þar sem að Rússar og Bandaríkjamenn eru bestu vinnir sko. Já. Bandaríkjamenn eru að dæla peningum inn í Rússland og halda Jeltsin á floti sko. Já, ég mitt. Og svo þetta er líka sérstætt einmitt líka að menn hafa náðu svo 2011 með Gaddafi. Þá er það til dæmis mikilvægt að áhugavert að skjóta því einhverjum svo Noregur tók mjög virkan þátt í þeim hernaða leiðangri og norskar orðstuðþotur vörpuðu tölvört af sprengjum á Líbíu og þá verðandi forsætisráðherra Noregs sem ef ég man rétt var Jens Stoltenberg hélt því mjög tók það alveg skýrlega fram að Noregur væri ekki í stríði þrátt fyrir það að þetta væri norskir herþóttuflugmenn að varpa sprengjum á stjórnarher Líbíu. Það var ekki stríð. En allavega þannig að þú ert þá með þessu undanþágu, þú ert með sjálfsvörn sem undanþágu, Úkraínustríð til dæmis, þetta er með það, og svo ertu með samþykki sem undanþágu. Það er þá til dæmis borgarstríð í Malí og stjórnin þar hefur verið að bjóða hinum á þessum þjóðum að koma inn í Malí og aðstoða þá. Einmitt. Til dæmis Noregur er með herlið í Malí. Og ekki Frakkland er náttúrulega líka með herlið þarna alla Vestur-Afríku og svo er þá þetta þessi fjórða undanþága sem er þá það sem maður kallar sko responsibility to protect. Einmitt. Hún er nefnilega svo flókin því ef það er orðið þannig að þér ber skylda til þess að verja mannréttindi og óbreytta borgar í öðru ríkjum, hvernig stendur þá ennþá þetta grunnprinsip, þessi grundvallarregla í alþjóðarétti að þú eigir ekki að grípa inn í innanríkismálum annarra ríkja. Einmitt. Og þetta sjáum við til þess með Bandaríkin alltaf, að Bandaríkin eru standaði alltaf frammi fyrir ómögulegum aðstæðum, ómögulegu vali, því ef Bandaríkin grípa inn í og ráðast inn í eitthvað ríki, þá raunaði yfir þá fyrir að ráðast inn í ríkið. Ef þið gerir ekki neitt, þá raunaði yfir þá fyrir að gera ekki neitt. Já. Eins og til dæmis, ef við skjótum bara hérna inn Rúanda, þá gerði Bandaríkin ekki neitt. Bandaríkin vildi ekki fara þar inn, og þá raunaði Bandaríkin fyrir að ekki fara þar inn. Þeir náttúrulega eru lögregla heimsins, hvort sem hann líka betur eða verð. Og eða, Írak, maður vildi losa sig við Saddam Hussein, maður vildi losa sig við Talibanina. En Írak auðvitað svolítið merkilegt tilfelli auðvitað, því að þar var náttúrulega byrjaði að fara til Sameinuðu þjóðanna og reyna að fá leyfi til að fara þangað inn og það var ekki veitt. Þá segðu bara, þá fyrir við bara samt. Tökum við okkur Coalition of the Willing. Coalition of the Willing, jú. Meðal annars Ísland. Já. Og Japan, sem maður ekki vorum að tala um Japan. Það stendur í stjórnarskrá Japan eftir seinni heimsstyrjöldina. Japan má ekki fara í stríð á erlendri grundu. Eftir það sem gerist í seinni heimsstyrjöldinni. Þannig að það var þá í fyrsta sinn sem að var veitt undan þá frá því með því að fara í Írak. Já, allan flóki líka því Japan síðan var líka reyna sko að borga frekar í staðan fyrir að vera að taka beinan þátt og þá var verið að gaggrina og líka fyrir það. En sko þessi genfarsáttmáli sem er svona grundvallaratriði þessum mannúðar lögum, þú veist, það er auðvitað svolítið merkilegt náttúrulega í svona sögulegu samhengi og við þurfum að skoða hana því við tölum alltaf um genfarsáttmálan frá 1949 en hann er auðvitað samsóðningur af mörgum alþjóða samþykktum sem hafðu komið áður. Hann er basically sko hann er fjórir kaplar eða hvað þetta kallast, fjórir sáttmálar eða þannig. Og hver veit er að á rætur sínar í þú ert meðan hann maður sjá Ertu rétt að hoppa þetta frá og ná í þetta? Þú ert meðan hann veistu, pabbi átti þetta fekk þetta í einhverju bókabúð og var að lesa þetta á íslensku sko. Þetta er mikill dóðrandur genfarsáttmálinn. Þetta er það nefnilega, þess að í bókinu sem ég er með hérna frá mig, þetta er öll bókin er hátt í 500 orð. Og svo náttúrulega hver klausaði þetta, frekar svona stutt orð, eða ekki? Og með miklum athugasemdum. Já, að þið sé náttúrulega líka máli sko, að þeir eru raun og veru sko
4 sáttmálar og svo allavega svona viðhengi, ekki þessu kvöldina? Já, eða sko út með fyrsta sem að snýr að sko særðum hermönnum og þannig á vígvöllunum og hann í rauninni bein afleiðing af fyrsta Genfarsáttmála sem við töluðum hérna í síðasta þætti frá 1864, þessi fyrsti upprunalegi því Genfarsáttmáli það sem er sagt skilur þú að þið ber skylda til þess að hjálpa þeim sem eru særðir og varnarlausir og svo framvegis annar kaplinn sjómenn það sem er unni fyrsti kaplinn bara yfirfærður yfir á sjómenn eða sjóhernað og hann á rætur sínar í Haag sáttmálunum gömlu þriðji síðan sko stríðsfanga sem á rætur sínar í 1929 Genfarsáttmálanum sem við þurfum að tala líka og síðan þessi fjórði sem fjallar hvað fjallar þessi fjórði aftur? Óbreytta borgara var það ekki? Jú. Jöp. Og síðan ertu með 3 viðbótabókanir frá fyrstu 2 eru frá 1977 held ég sem fjalla sko það sem unni Genfarsáttmálinn upprunalegi þessi 4 kaflar sem flestir eru búin að skrifa undir held bara allar þjóðir í heimi mann rétt sko síðan koma þess að viðbótabókanir það sem er búið að segja sko við viljum að yfirfara þetta yfir á ekki ríki skilur heldur fyrsta fjallar sko þú veist nýlendustríð og uppreisnir gegn nýlenduherrum og þessi númer 2 fjallar þá borgarastyrjaldir og slíkt og það er til þess að Bandaríkin hafa ekki skrifað undir það sko eða ekki fullgilt það sko Nei, mitt þau vilja ekki vera skuldbinda sig til þess að fjalla innanríkismál annarra og síðan þessi síðasta sem við nefndum inn í síðasta þetta frá 2005 er basically bara held ég kristallinn sko koma kristallinum inn Já Það er líka áhört að lesa þessu líka upp að hinn háu herrar alltaf það sé ekki þannig í íslensku þýðingunni þetta er svo formlegt að byrja þannig Er það þá sama orðalagið eins og í bara fyrsta lítið að breytt orðalagin eitthvað Já, sko, þetta byrjar alltaf þetta er alltaf á norsku alltaf bókið sem ég er með hérna en die Höye kontra herren parter Hinnir háu herrar orðalagi allt eitthvað svona þannig að ég myndi mér að það sé þýtt sem hinnir háu herrar eða eitthvað slíkt Já mjög formlegt En síðan náttúrulega líka að því ég var að tala þetta stríðshugtak alltaf hangir náttúrulega líka saman með því náttúrulega að sko stríðsástand er það þess að ástand sem á sér stað eftir að það hefur verið lýst yfir stríði Já Alltaf grundvallaratriði, þú lýsir yfir stríði það lýsir enginn yfir stríði í dag Nei Það er náttúrulega líka hluti af því af hverju þetta stríðshugtak er orðið úrelt í alþjóðasamfélagi í dag Bandaríkin lýst ekki yfir stríði gegn Afganistan eða Írak það er bara ráðast inn Já og það er eins með Rússland Rússland lýst ekki yfir stríði gegn Úkraínu það er bara ráðast inn En þetta er góð punktu því að sko að því við erum að tala um þetta sögulega saman ekki skilur við sjáum fyrsta Genfarsáttmálann 1864 sem svona afleiðing þú veist ok við þurfum að veita athygli að hinum sjúku og særðu skilur síðan koma Haag sáttmálanir 1899 og 1907 kölluðu það ekki sáttmála eða hvað kölluðu það Haag ráðstöðuna Haag sáttmálin sem auðvitað þeir sem hafa stúdur allir með seinni heimsstyrjöldina mikið verið að tala vísa í þær samþyktir og það þær voru nokkrar sko samþyktir sem koma þar mikill bálkur og þetta voru svona alþjóðlega ráðstefnur í einhvernum svona og fínum sölum í Haag sko svona eins og versalsamningar þessi sitja allir í jakkafötunum og þínir háu herrar og þá koma allir þessi formsatrið svo tala með þessum lýsi við stríði og þú veist og svona þú veist þú mátt ekki fara yfir landamenn og allt þetta skilur svona sem að þú veist hvað er hernám skilur og hvernig á að fara að í hernám og svo bannaðir hinn og þessi vopn og svo efnavopn voru bönnuð þú veist og bannaða líka svo þetta alltaf bara sést tíma skilur þess að banna sko að kasta sprengjum úr loftbelgjum sko og eitthvað svona Þess að þú segir með efnavopnin táragas til þess að bannað í hernaði Já, það er þá úr Haag sko
og þeir náttúrulega brutu þetta alveg í fyrir heimstyrjöldinni var báða þannig að til dæmis strax í fyrir heimstyrjöldinni þetta er bannað að til dæmis drepa stríðsfanga, skilur, það er úr hag held ég, eða hvort það sé úr genfari ég man ekki hvort það sé en allavega þá þannig að til dæmis það voru menn reyndu eftir fyrir heimstyrjöld að rétta yfir mönnum bandamenn gerðu kröfum það til dæmis að Þjóðverjar myndu rétta yfir stríðsglæpamönnum eftir fyrir heimstyrjöld og það voru held ég þetta var hlægilegt sko því að þú veist nú hvernig þú veist tíðarandinn var þá eftir fyrir heimstyrjöld náttúrulega Þjóðverjar voru ekkert sátti við þetta og svona og þannig að þú veist bandamenn senduðum sko lista með einhverjum sko 900 nöfnum eða eitthvað líka og þú veist það enda með einhverju þú veist örfáir voru dregnir fyrir rétt og síðan einhverju 3 voru dæmdir eða eitthvað og hann og þá var það eitthvað sem hefði þú veist verið að níðast á stríðsföngum og drepa stríðsfanga og svona og réttilega og hefði þó líka verið menn höfðu verið dæmdir fyrir herrétti þetta því þetta var náttúrulega litið á þetta sem stríðsglæpur þetta einmitt og en síðan auðvitað náttúrulega kemur 1929 genfaráðstefnan og það sem var svolítið öðruvísi líka í þessum gömlu ráðstefnum af því þar er þetta sko, þetta er alltaf svona ríki gegn ríki og það verður að vera official stríð á milli ríkjana og allt þetta sko og þetta er þetta bara tíðarandinn á þessum tíma skilur, það stríð voru þannig á þessum tíma þessi svona gentleman's agreement þetta allt saman en þar var þetta sko að ríki sem ekki hafiði skrifað undir sáttmálan þú varst ekki bundin í sáttmálanum ef ríki sem þú varst að berjast við var ekki búið að skrifa undir hann og þannig gátu náttúrulega Þjóðverjar réttlægt sig sko í Nürnberg réttaröldrunum til dæmis sko Rússar höfðu ekki skrifað undir 1929 samningin stríðsfanga þannig að þá gátu þeir bara gert það sem þeir vildu sovjeska stríðsfanga sagði þeir sko þurfti ekki að fylgja henninu en þá náttúrulega fundu þeir bara upp nýlög í staðinn mannréttindalögin gerðu það og sér náttúrulega líka svo að segja með tíðarandinn að lýsa í stríði og það náttúrulega líka vegna þess að og þessi er náttúrulega líka ástæðan fyrir því okkur mennur hættir að nota þetta stríðshugtak í dag er að það voru að tala vopnuð átök og náttúrulega nær það er líka yfir ríki og síðan hópa þannig að þess vegna segir auðvitað með stríði núna á Gaza það eru vopnuð átök á milli Ísraels ríkis og síðan Hamas samtakana og síðan skiptir maður þá vopnuðum átökum í tvennt sem annars verður þá alþjóðleg vopnuð átök og svo ekki alþjóðleg vopnuð átök þannig til dæmis alþjóðleg vopnuð átök til dæmis Afganistanstríði þegar að Bandaríkjamenn réðust þar inn 2001 á meðan að síðan Afganistanstríði þegar því var lokið þá það er búið að steypa Talibanum og koma á nýrri stjórn þá getur maður sagt svo að þau átök að þróast yfir í þá getur maður sagt að það þróast þá í ekki alþjóðlega átök þá er sko afganska ríkisvaldið á mótið á Talibanunum sem fóru þá frá því að vera ríkisstjórn Afganistans og þá löggild stjórnvöld í Afganistan yfir því að verða hryðjuverkasamtök svo ekki höfðu löggildingu og svo verður maður að setja þetta innan gæsalappa og þar sem að þá Bandaríkin og allir þessi vestrænum ríki var þá boðið af afgönskum ríkisvöldum að styðja afgönsku ríkisstjórnina sem þetta var bara leppstjórn Bandaríkjana að halda áfram hernaði í Afganistan sem er síðan áhugavert að þegar síðan þessi vestrænum ríki dróðu sig út og Talibanin tóku yfir aftur þá var náttúrulega spurning sko á þessu millistiks ástand þarna því að Talibanin voru ekki réttmætt ríkisstjórn Afganistans voru þeir þá kannski réttmætt ríkisstjórn Afganistans allan tíman og þetta lemmis ég talaði einmitt við sko lögfræðinga þetta því ég líka var á kurs í þessum alþjóðarétti fyrir ári síðan það voru að viku kurs í þessu og það var það einmitt mjög áhugavert fyrirbyrð áhugavert sko svona lagaleg spurning hvað voru Talibanir á þessu millistiks ástandi einmitt því það hefur líka áhrif auðvitað upp á sko stöðu afganskra stríðsfanga hvort þeir voru þá lögmætir hermenn eða ekki hvort þeir voru þá stríðsfangar og þá náttúrulega þetta sleppa þeim eftir stríðið eða hvort þeir voru hryðjuverkamenn en hvernig er með sko
er það ekki þannig að sko það sem er breyting eftir seinni heimsstyrjöldina með 1949 sáttmálanum er að þá er ekki lengur sko hægt að segja þetta sko, já, hann er ekki ríki, þetta er innanríkismáli þessu ríki og þá skiptir þetta ekki máli, þetta er ekki lengur stríð, vegna þess að núna gildir þú sem hefur skrifað undir Genfarsáttmálan, skilur, þér ber skylda til þess að virða Genfarsáttmálan í öllum vopnuðum stríðsátökum, hvort sem það er borgarastyrjöld eða þú veist talibanar eða alþjóðlegt stríð, skilur. Þannig að þú veist ef að Bandaríkin í Afganistan til mis, sko, þau geta ekkert fara að pynta, skilur, stríðsfanga því það væri jafn mikið brota á Genfarsáttmálanum. Einmitt, já. Þó svo það hefði verið sko fyrir að eftir að talibana ríkisstjórnin gafst upp, sko. Algjörlega, og þess vegna náttúrulega líka hefur þetta verið náttúrulega undir upp á sig og þess vegna tala mennu mögulega kannski þess að 4. undanþágun á notkun hervalds sem þá einmitt þetta krafan að verja óbreytta borgara og verja borgara annarra ríkja og krafan þá að grípa inn í og svo náttúrulega líka svo segir þetta, það er ákveðin náttúrulega grundvallar mannréttindi og þess vegna þetta þrátt fyrir það að talibanar á ákveðnu tímabili hafa þá ekki verið stríðsfangar, heldur að verið hryðjuverkamenn og þá teknir til fanga, þá náttúrulega höfðu Bandaríkin ekki rétt á að pynta þá, en þess vegna notuðu þeir þó það sem kölluðu þetta hvað er þetta ekki, enhanced interrogation tactics. Já, enhanced. Sem var einmitt þetta sko að líkja eftir köpnunatilfinningu með því að waterboarda og slíkt. Það sem þeir svo setja handklæði yfir andlitið og síðan hellir vatni yfir og þá finnst þeir svo setja drukna. Já. Og þá segir að þetta sé ekki pyntingar aðferð sko, heldur þetta þá einhvers konar styrt yfirherslu aðferð þegar maður reynir að þýða það sem svo. Já, það er bara svona hjálpa þeim að játa sko. Já, en náttúrulega þetta er þetta pyntingar en þeir voru svona að reyna að komast fram hjá lagabókstafnum með þessu eða dundrandi rocktónlist og björt ljós og eitthvað þannig. Það vorstu náttúrulega komin út í Guantanamo sko. Já, það var náttúrulega Guantanamo og þá náttúrulega með bera þeir fyrir sig að þeir megi loka þessa menn í Guantanamo vegna þess að þeir eru hryðjuverkamenn og þeir eru þá að brjóta alþjóðalög, þeir eru ekki rétt á þau að slást. Af því að stríðsfanga getur ekki farið með svona af því að ef þú stríðsfangi þá hefur rétt á allavega réttundum algjörlega og það sé farið með þau ákveðin hátt þannig til dæmis, það eina sem þetta byggja stríðsfanga af upplýsingum er held ég bara nafn og gráða og þú heldur til dæmis laununum þínum og rankinum og þess vegna er það mikilvægt að ég sé skráður hjá Rauðakrossinum, það er náttúrulega upp á það að ég sem prestur nýt líka ákveðina réttinda þannig að ef ég tekið til fanga með hersveitinu minni, þá hef ég til dæmis rétt á því að huga að þá mínum söfnuði sem prestur ég hef rétt á því að vera með messu, ég hef rétt á því að fara á milli þeir og tala við það og veita sálusorg og slíkt og svo þá náttúrulega sleppa öllum strax og það er ekki hægt að gera eins og menn voru að gera þarna eftir seinni heimsstyrjöldina að halda mönnum í 10 ár. Nei, það er að sleppa þeim leið sko. En það var auðvitað líka sko, ef maður rétt sko, samkvæmt þessu gömlu samþyktum þá þurftur að sleppa stríðsföngum eftir að stríðsástandin eða sko eftir friðarsamning og þá getur Sovétmenn sagt sko, þú veist, við erum ekkert búin að gera neitt friðarsamning við Þýskaland, skilur af því hann var ekki gerður fyrir 1991 sko þess vegna þá sér maður líka þess vegna kemur inn í allan þess vegna menna forðast til dæmis stríðshugtaki og slíkt að því til dæmis þá núna eftir Afganistanstríðið þá er raunum verið sko ég veit ekki hversu margir í Guantanamo og það veit það svo örgulega engin en þá tæknilega sé hefði þú Bandaríkin þá eða myndi gera núna friðarsamning við Talibana þurftu þeir þá að sleppa þá öllu sem þeir hafa tekið til fanga sem hryðjuverkamenn á vegum Talibana af því það er náttúrulega líka mikilvægt að athuga sko að það er líka tvenns konar reglur þegar kemur á stríði það er svo reglur sem gilda að stríðinu jus ad bello ef mann rétt og svo reglur í stríði jus in bellum og því það skiptir mjög miklu máli upp á það að til dæmis mann er ósammála aðdrög Úkraínustríðsins hefur Rússland rétt á að fara í stríð eða ekki samkvæmt alþjóðalögum þetta hafa ekki rétt á að fara í stríð
en það skiptir engu máli fyrir rússneskan hermann sem að berjast í stríðinu því að ástæðan fyrir okkur maður hefur þessa tvískiptingu er að þegar stríðinu þá, Úkraínustríðinu eftir líkur ykkur tjúman þá er ekki hægt að rétta yfir rússneskum hermönnum fyrir að hafa tekið þátt í ólöglegu stríði og það náttúrulega gefur auguleið af hverju það er svona því að þú ætlar að rétta yfir hermönnum fyrir að hafa tekið þátt í ólöglegu stríði þá náttúrulega færðu sko gífurleg vandamál þá náttúrulega í fyrsta leið hefur hermaður náttúrulega enga ástæðu til þess að gefast upp og þú hernaður verður náttúrulega margfart harðvítugri og já, ljótari eða ætlar að reyna að fara í eitthvað slíkt þannig að þá er einmitt þá sé reglur sem gilda í stríð og stríð sé ólöglegt þannig að ef hermaður fylgir þeim reglum að þá er ekkert að rétta yfir honum þá er hann laus allar að mála eftir stríðið. En það samt ekki þannig að hver svo einstaklingu sem að fremur stríðsklæp það er hægt að rétta yfir honum fyrir að hafa fram í stríðsklæp eða ekki? Jú, og þess vegna það líka og það er nefnilega einmitt eitt af því sem komu út í kjölfar Núrembergar réttarhaldana að þar var það sett fram alveg á svart og hvítu og alveg kristaltært að þú getur ekki borið fyrir að þú sért að hlýða skipunum eða fylgi einhverjum öðrum af því þú ber persónulega ábyrgð á því hvað þú gerir á vígvöllum. Það er til dæmis eitthvað sem ég segi alltaf við mína hermenn og lögðu mikil áherslu á það í norska hernum að hver einstakur hermaður ber ábyrgð á því hvað hann eða hún gerir á vígvöllum. Einmitt. Algjörlega. Og svo náttúrulega áframhaldandi það, þú veist að þau eru komin þá í stríð eða vopnuð átök, þegar eru vopnuð átök að það verður síðan ákveðin grundvallar atriði sem gilda þar sem eru þá bindandi fyrir alla sem taka þátt í átökunum og þau grundvallar atriði náttúrulega er þú veist mannúðar sín eða mannúðar hugsjón, þú voru að huga að mannúðar gildum og slíku, þú voru alltaf að hugsa hvað áhrif hafa gjörðir mínar á óbreytta borgara. Einmitt, og það kemur þessi hlutfallsregla inn í þetta sem er svolítið áhugaverð. Já, svo kemur hlutfallsreglan inn í þetta sem er mikilvæg. Að þú þarft að meta, það verður collateral damage á óbreyttum borgum eða öðrum að það þarft að meta það í hlutfalli við ávinning aðgerðarinn og svo framvegis. Já, þessum til dæmis eru kjarnorkusprengjur ólöglegar í hernaði. Vegna þess að það virði ekki það plús síðan að þú eru alltaf að geta greint á milli óbreyttra borgara og hermanna þess vegna líka af hverju kjarnorkusprengjan er ólögleg og þess vegna þýðir ekki fyrir Rússa að vera að senda eitthvað svona random flugskeyti inn í Kív sko og bara ups við hittum ekki já það er málið það er málið það er brota þeirra reglu og svo ég náttúrulega verður þetta að vera hernaðilega nauðsynlegt. Þannig að þetta eru 4 grundvallaratriði sem gilda í þá lögum í hernaði. Segð mér eitt, þegar Bandaríkjamenn eru að þvælast með dróna og sprengja fólk, einstaklinga hér og þar, Pakistan og svona, eða bara svo til dæmis þegar þeir fóru og gómuðu til dæmis Osama bin Laden og svona. Já. Var það hernaðar aðgerð eða er það bara alþjóðleg handtöku aðgerð eða hvernig er það? Það er nefnilega mjög góð spurning undir hvað það fellur því þetta náttúrulega sýnir náttúrulega hvað þetta getur orðið flókið því það eru þetta hernaðar aðgerð þetta voru sérsveitar hermenn sem stóðu á bakvið þetta og það var herinn sem sá þetta en þá sér maður náttúrulega hvernig herinn er þá notaður í því sem maður getur mögulega kallað sko ákveðin lögreglu aðgerð. Þetta er samt auðvitað hernaðar aðgerð því að þú veist lögreglan má ekkert drepa eitthvað borgara skilur án dóms og laga sko en það er náttúrulega það sem líka áhugavert að þetta náttúrulega bara hrein aftaka veist, og, en það er það sem er náttúrulega flókið sko það er náttúrulega ekki stríð það er náttúrulega engin sem líst í stríði gegn Al-Qaida og Al-Qaida er náttúrulega ekki ríki. Nei, ég bara hugsa svo Obama kemur og segir bara þú veist hrókur alls fagnar bara fyrir framan allan heiminn og bara ladies and gentlemen we killed Osama bin Laden, skilur við. Já. Við drápum hann. Nákvæmlega, Þetta er alltaf mjög áhverð og sérstaklega til þess að hugsa það líka að sko Bandaríkin hafa alltaf líka verið að taka af lífi
bandaríska ríksborgara sem hafa þá verið hryðjuverkamenn og hafa þá verið til dæmis í Jemen eða Pakistan eða hvað það er. Svo það bandaríska ríki bara að nota mitt dróna og taka af lífi menn og þá náttúrulega alveg á mjög gráu svæðið það. Eins og bara Trump þegar tala allir sem að þeir náðu al-Baghdadi, sko ef ykkur hefur ekki séð það, þá mæli ég með að fólk leiti að því vídeo því það er ótrúlegt því hann lýsir því sko al-Baghdadi þegar það drepið það bara svo hund algjörlega og þú veist og hvernig hann talar það þú veist og líka að maður sér sko þarna klift saman sko fyrst Obama að segja frá Osama Bin Laden og síðan þú veist Trump að segja frá al-Baghdadi og það er svona Trump eins og þú veist eins og ykkur í bíómynd sko Já. Það er ógeðslega fyndið. Ég mæli með að fólk skoða þetta er mjög sérstætt hvað þið að tala þetta. En hvernig með sko, við erum með mjög umfangsmikið kerfi sem sagt, stríðslög og hvað má ekki og svo framvegis en þegar það gerist að menn brjóta stríðslög þá verður menn stríðsglæpamenn. Já. Og hvaða viðbúnað eru við með til þess að bregðast við því? Hvernig það hlýtur þó að vera hvert og eitt ríki sem hefur samþykkt Genfarsáttmálann getur réttað yfir sínum eigin stríðsglæpamönnum. Já. Og ef að það er ekki hægt eða þess að segir alþjóða dómstólinn í Haag sem að þá segir það sko ef löndin get ekki eða vilja ekki réttað yfir sínum stríðsglæpamönnum þá gera þeir það. Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Jú, það er einmitt það og þá, en sér náttúrulega líka flækst þetta með því náttúrulega löndur kannski ósammála það náttúrulega hvað eru stríðsglæpir en til dæmis, það er stórt mál í Ástralíu sem kannski bara ár síðan að sko sá ástralski hermaður sem hefur einhverjar flestar orður var sakaður stríðsglæpi og ástralski fjölmiðlar kölluðu hann stríðsglæpamann og hann höfðaði mál á hendur einhverjum ástralskum fjölmiðlum og hann tapaði því máli þar sem að niðurstaðan í dómnum var að ástralski fjölmiðlar hafi rétt á að kalla hann stríðsglæpamann út af því að það finnast það mikið af gögnum og sönnunargögnum fyrir hans glæpum í Afganistan sem hann var aldrei dæmdur fyrir þannig að hann er ekki verið dæmdur hann er saklaus í þeim skilningi, hann er ekki dæmdur fyrir neitt og Ástralía er ekki að fara að sækja til saka. En þetta er auðvitað áhugavert náttúrulega bara að því að sko orðið stríðsglæpamaður er náttúrulega mjög, mjög toxic orð. Mjög svo. Við hugsun náttúrulega svona þjóðarmorð og Rúanda og eitthvað svona en auðvitað náttúrulega þú varst með hennar mikla doðrandarna, Genfarsáttmálinn. Já. Fleiri 100 blaðsíður og þú veist þannig að það getur auðvitað verið alls konar brot sem ekkert endilega sko að fjöldamorða á óbreyttum borgurum. Einmitt. Þannig að og til dæmis bara þú veist að drónaárásir jukust alveg gífurlega í forsetatíð Obama vegna þess að Obama náttúrulega gerir sér grein fyrir því og sá náttúrulega hvað það verið óvinsælt að missa bandaríska hermenn þannig að eftir að drónateknin var orðin eins góðan og vara þá sá hann sér leika á borði og notaði dróna mjög mikið og í öllum þeim drónaárásum við náttúrulega voru drepnir ekki hundruð ef ekki þúsundir óbreyttra borgara. Og meðal annars forsetatíð hans, ég held að Obama sé eini friðarverðlaun hafi Nobel sem ber ábyrgð að hafa varpa sprengjum og annan friðarverðlaun að hafa Nobels sem svolítið kaldaristlegt Stórvildin eru náttúrulega svolítið spes sko. Og það er náttúrulega einstum með alþjóða dómstólinn í Haag ef mann rétt áður Bandaríkjamenn hafa ekki skrifað undir hann eða ekki hluta því. Nei sko það er auðvitað svolítið merkilegt að sko Bandaríkjan hafa ekki fullgild sko, ég held að flestir hafi skrifað undir hann sko. Já. En þú þarft alltaf fullgildan sko. Já, ég mitt fullgilda. Og Bandaríkjan hafa ekki gert það og segja bara við ætlum ekki að gera það. Nei. Og ég finnst að var frækt að Trump sagði sko eitthvað, þú veist, eða kom ykkur hérna frá alþjóða dómstólnum sko allir eitthvað að fara að yfirheyra hérna einhverja bandaríska borgara þá tökum við vísa af þeim sko. Veist, þannig að hér er bara stórveldi sem segir og það er líka sko þegar dómstólinn í Haga hann hefur verið gagnrýndur svolítið fyrir að fókusera á Afríku og þriðja heimsríki og svona og þú getur auðvitað sagt ég meina það er að því það er bara mikið stríðsglæpum og stríðum og átökum almennt þar en
svo það líka bara það, þú veist að þessi lönd vestrænu eða þróðuríki sem eru svona the usual suspects þegar kemur að einhverju svona óhreinu í pókahotninu já. Bandaríkin, Ísrael, Rússland þau eru ekkert með í þessu Nei. skilur við, og Rússar segir náttúrulega þau eru búin að skrifa undir þetta líka og svo náttúrulega þegar þetta Úkraínuvesen byrjaði 2014 þá er Rússar bara tilkynna það pent að við ætlum okkur ekki að halda áfram með þetta af því að þeir nenni ekkert að standa í því að láta saksækja sig mitt. og eins Ísrael náttúrulega já. segir að þeir allir sér ekki að fullgilda samningina því að út af landnema byggðum og svona sem þeir eru ósammála því þeir vita náttúrulega að þeir verða ákærði fyrir það sko vita hvernig það fer og svo það náttúrulega þetta merkilegt með það að nú ætla búið að kæra Pútín til alþjóðadómstólsins og hann eftirlýstur maður, hann ef að Pútín kemur kemur til Íslands þá var hann bara að bera Íslandi skylda til að handtaka mannin og senda hann og hvernig var þetta episód þarna í Suður Afríku bara núna á síðasta ári var það ekki mitt þannig að Suður Afríka bara dróð sig úr til þess að þurfa ekki að senda hann? Jú, það var mitt það, þeir stóðu fram fyrir því mitt að þurfa að handtaka hann þá og að því séðan alltaf flækist þetta líka með því sko að fréttaflutningur alltaf í okkar heimslit er alltaf mjög einsleitur og alltaf í vestrinu er allir alltaf hlindir Úkraínu en það er nefnilega áhugavert alltaf sko í hinnu alþjóðlega suðri eins og það kallast víst í dag gamla þriðja heimi þá er ekki stuðningurum við Úkraínu jafn sterkur og mikið af þessum ríkjum eru meira svona kannski svona á hliðarlínunni eða finnst þetta hreinlega bara að vera svona vestræn hræstni að styðja svona Úkraínu gegn Rússlandi og það er allir með sluta því okkur sko Suður Afríka hafði náttúrulega engan áhuga eitthvað að vera að fara að deila við Rússa og mögulega að handtaka Pútín en það sýnir líka þetta líka bara sem við höfum talað að þú veist þetta með þú veist, þetta er svona þetta anarkí á þessu toppleveli skilur, það er ekkert, ég get ekkert eitthvað ef ég er ósáttur við lögin bara sagt mig úr lögunum Nei, ég tek ekki þátt í þessu sko því að ég veit að ég verð handtekinn ef ég fremur hann glæp skilur, lögin segir bara, sorry, nei skilur við en náttúrulega einu alþjóðlega levelið alltaf geta stórveldi bara gert það sem við vilja já, það er það þetta, þú veist að þið sé náttúrulega þetta líka svo flókin náttúrulega eins og löginu þetta eru og þetta ber mann auðvitað að reyna að fylgja alþjóðlegum og allt slíkt en það náttúrulega er svo flókið að auðvitað eru alltaf óbreytti borgarar að fara að deyja í hernaði hvað er nákvæmlega hvað eru hernaðarleg skotmörk og hvað er ekki hernaðarleg skotmörk er líka eiginlega nánast ómögulegt að skilja frá hvort öðru í dag til dæmis bara í Nóri þá er allir þannig að sko að því það er verið að spara og það er verið að reyna að spara eins og maður getur að þá er alltaf verið að nota meira einkaaðila eða eitthvað borgarlega þjónustu þannig til dæmis norski pósturinn keyrir skotfæri og sprengjur fyrir norska herinn og þá er alltaf spurningin sko ef brýst út stríð ef einhver sko bílstjóri fyrir norska póstinn eða keyra fallbyssukúlur sem á að fara á víglínuna hann er þá ekki lengur óbreyttur borgari, hann er þá löggilt skotmark, ekki hann sjálfur en hernaðar farburinn sem hann er að flytja og þá er sátt hugmyndið þannig sko hann á bara að flytja skotfæri mögulega svo og svo nálægt en þá er líka aftur móti spurningi hversu nálægt víglínunum má hann vera 50 kilometra, 200 kilometra hvenær þarf herinn að taka yfir og út með allan svona vandamál stípla til dæmis stípla sem er að framleiða raforku sem er síðan notuð í hernaðarskinni það er löggelt mál en það orðið samt að huga hversu margir deyja þá í kjölfarið að þú sprengir stípluna þá orðið að tala mannúðar sjónarmið til dæmis þessi Three Gorges Dam í Kína stærsta stípla í heimi ef maður sprengja þá stíplu þá ég man ekki tölundur hvort sé hátt í 200 miljónum manns sem myndu lenda í flóðbylginu sem kemur kjölfarið á því þá gefur augulega ef þú tækir út þá stíplu Tævan til dæmis, Tævan myndi taka út þá stíplu og þá var
að miklu leyti kannski búin að slá Kína út úr stríðinu, við hefum standa að fara með fyrir sko gífurlegu vandamálum alveg kristaltæru það stríðsklæpur auðvitað algjör stríðsklæpur en þetta náttúrulega rosalega flókið eins og núna allir hernaðurinn á Gaza að Hamas auðvitað beitur auðvitað óbreyttum borgurum líka þeir gera það alveg með vilja, maður getur bara að sé myndir af því þar sem það auðvitað skóli við hliðina á þjálfunarbúðum það sem eldflugar við hliðina á sjúkrahúsi og svona hann flækst þetta rosalega þannig raun og veru hernaður ólöglegur og allur hernaður náttúrulega að brjóta eitthvað sem reglum sem gilda í stríði En hvernig með svo til mig samkvæmt Genfarsáttmálanum þá áttu að sem til dæmis hernámsaðili þá áttu að passa upp á að óbreyttir borgarar fái allar nauðsynjar og svona og brot á því væri þá til dæmis stríðsglæpur og þá spurningin eins og þegar Ísraelsmenn eru að skrúfa fyrir vatn og rafmagn og ekki að hleypa Rauðakrossunum inn eða Rauða hálfmannanum eða hvernig sem það er þannig að það ekki að hleypa inn vistum það lítur þá að vera stríðsglæpur eða brot á Genfarsáttmálanum allavega og nei, náttúrulega, þú veist, raunveruleiki ég er ekki fullir að þetta sko, ég er bara að velta þessu upp af því að Genfarsáttmálinn náttúrulega þetta virkar, þú veist, á alla sem eru í vopnuðum átökum, hvort sem það er þú veist, ríki eða yfirlýst stríð eða borgarastyrjöld eða ekki, skilur þannig að þú veist þessi sko huglægi þáttur í þessu í því sem sko hvað er hernaðarlega nauðsynlegt eins og til dæmi sko, ef við reynum að taka dæmi sem ekki eitraðu þetta og Ísrael-Palestína D-dagur til dæmis og innrásin í Normandí það auðvitað var hernaðarlega nauðsynlegt að varpa þarna gífurlegu magna sprengjum og sprengja allt þetta í tætlur þannig að innrásin myndi takast nú man ég ekki nákvæmlega tölurnar en ég man rétt að það dóu held ég eitthvað 40.000 frakkar í innrásinu við Normandí sem auðvitað þá stóði yfir auðvitað í margar vikur og mánuði auðvitað var það ekkert viljin að drepa þessa óbreyttu borgara en samkvæmt reglunum sem gilda í stríði að þá út af því að það var hernaðarlega nauðsynlegt að bærast á þennan hátt sem er auðvitað reynd að takmarka fall óbreyttu borgara en þá eru samt enginn sem stóð frammi fyrir enginn sem bara ábyrgð á þeirri árás stríðsklæpamaður samkvæmt reglunum. Hvað með náttúrulega svo þegar það voru að sprengja þarna í Þýskalandi og loftárásirnar og Japan náttúrulega það sem að menn voru að segja sko við erum sérstaklega að nota eins og Japan hafði í Tókjó það sem voru sko 100.000 manna sem dóu bara á einum degi eða nokkurum dögum af því þeir voru sérstaklega að nota eldsprengur sem að algjörlega voru sérstaklega sko hannaði til þess að fá óbreytta borgara til þess að vilja hætti í stríðinu sko og það eru stríðsklæpir Dresden til dæmis og Tókjó og náttúrulega Hiroshima og Nagasaki eru stríðsklæpir og svo annað líka eins og þú veist að tala með þetta með þarna svona innviði að ráðast á innviði að náttúrulega Bretar auðvitað hafa alltaf verið með þessar herkvíir sínar og þeir gerðu það allir með sér fyrir heimstyrjöld svo frækt var auðvitað að blokkara Þjóðverja með verslun og svona og það var litið á það sem stríðsklæp ef mér skemmtist ekki eftir á að því það voru náttúrulega óbreyttir borgarar sem að liðu skort vegna þess og letið til dauða alveg 20.000 ef ekki 100.000 át af einmitt hungursneið og vöntun á lyfjum og slíku einmitt og það er alltaf stríðsklæpi vegna þess að þú ert ekki að gera greinarmun á óbreyttum borgurum og herburum og það er þá þeir sem tapa í stríðinu sem að lenda fyrir dómstólunum náttúrulega en ekki hinnir það er nefnilega það er sigur vegar að réttlætið það er nefnilega það sko jú. En herðu, við erum aðeins að ræða meitt sko þetta er náttúrulega hlaðvarp sakfræðileg málefni og nú erum við náttúrulega að tala sko þennan nútímalega hvað við segja þennan nútímalega stríðsrétt eða stríðslög en þau auðvitað eiga sér rætur þau náttúrulega urðu ekkert til úr engu þú hefur nú nefnt hérna áður til mis rætur þessa á miðöldum og kannski getur við að ræða það eins og hvernig það svona var í gamla daga af því að sko
menn hafa allir mist talað uppruna svona stríðslaga þetta alveg aftur 1000 ára aftur í tíman og svona, þess að allir mist bara í biblíunni sko er sagt sko, þú veist, þú átt að gera svona og þú mátt ekki gera svona, en þetta voru náttúrulega aðri hlutir sem var mælt með sem kannski myndi teljast til stríðsglæpa í dag kannski. En það mitt alveg áhvertlega svo skjótaði inn eins og hérna með, þú veist að tala með frá stríðsföngum, náttúrulega þau töluðu Napoleon í Egyptalandi. Að Napoleon tók stríðsfanga þar eftir umsátur við Jaffa og ef mann rétt hvort það voru ekki 4000 stríðsfangar og Napoleon hafði hvorki nóg af mat né vatni fyrir eigin hermenn, þannig að þegar spurningin kom hvað að gera við stríðsfangana þá var niðurstöðan svo að þeir voru allir drepnir. Þetta gerðist sko 1799, meira að segja á þeim tíma þótti þetta mjög villimannslegt og þetta var náttúrulega engin Genfarsáttmáli þá en það var samt það óskrifaða reglur. Einmitt. Og það er náttúrulega eins á miðöldum, varst náttúrulega með óskrifaða reglur. Alveg rétt, og það er þetta góða punktur af því að þegar menn voru að setjast niður og byrja að skrifa þessa alþjóðlegu samninga í nútímanum eins og Haag ráðstefnan 1899 þá er þessi fræga hvað heitir hún, Martensklausa sem er frá Haag og kennt við hennan Martens sem var fulltrúi Rússa þarna, lögfræðingur og þá settur þetta inn þetta með sko hér hafa verið nefnd ýmis atriði sem eru bönnuð og til þess að menn væri þá ekki að segja sko, þú veist, ok, þetta er ekki sérstaklega nefnt, þá má ég það að þá gilda líka svona þessar hefðir og það sem er talið vera rétt hjá siðmenntuðum þjóðum eða eitthvað svona eins og orðað á þeim tíma. Já. Og þetta er auðvitað eitthvað svona túlkunaratriði skilur en það er einmitt þá vísun í það skilur að þú veist með þessa laga bókstaf skilur, þú veist það má ekki pynta, það má ekki drepa og breyta borgar og svo framvegis en það voru líka skilur þá hefðir og eitthvað sem menn töldu vera rétt og ránt fyrir það auðvitað. Já, einmitt. En það þetta skal nefna það náttúrulega að sko fyrir Genfarsáttmálan og fyrir Haag ráðstefnunar þá ertu líka með smá fyrirrennara svona stríðslaga í Ameríku á 19. öld. Já. Ykkur stríð á milli Kólumbíu og Spánar 1820 þá gerðu þeir samning sko hvernig þeir ertu að sýna mannúð sko. Mexíkó og Bandaríkin gerðu þetta líka í stríði sko, bara sést þetta á milli þeirra þá sko. Og síðan náttúrulega þessi Líberkód sem er svona ákveðin fyrirrennari þessara nútíma samþykta sem er frá borgarstyrjöldinni í Bandaríkjunum. Ég svona þekki það ekki í smáatriðum hvernig það var sko en það er þessi talað þú veist meðferð á föngum og meðferð á sjúkum og annað sem er þá fyrir Genfarsáttmálan sko. Já. Þetta er náttúrulega sko hangir náttúrulega líka saman og náttúrulega fórnarættunum svo að tala því sko í heiminum í dag þú tala það sko að þú ert með ákveðin skala og á öðrum enda skalans ertu með hernaðarstefnuna svona sem til dæmis við sjáum í fasisma og nasisma það sem er haldið á lofti sko jákvæðri ímynd af hernaði og á hinum endanum þá ertu náttúrulega með fríðarstefnur það sem þú veist afneitun á öllum hernaði. Já. Þannig að þetta er svona þessi tveir öfgar og náttúrulega mitt á milli þar er þessi réttlátt stríð hefðin. Einmitt. Og til dæmis já, allar vestrænar þjóðir hallast jú að því að sé til eitthvað sem kallast réttlátt stríð. Þá þú rætur sinni rekja bæði að hluta til Rómverja og þetta með Cícerós og svo alltaf fyrst og fremst guðfræðinga kirkjunar og þá er fyrst og fremst Ágústínus kirkjufæðir og síðan Tómas Aquinas. Já, við komum aðeins við vorum að tala krossferðina manni. Já, við tölum að þetta þar þegar eins og ég nefndi þetta líka áðan, það jus ad bellum, þetta reglur að stríði, hvað reglur gilda að stríðinu, áður stríði byrjar.
og það er náttúrulega skilgreining hvort að stríðið sé réttlátt eða ekki og það eru ákveðin svona grundvallarreglur eins og til dæmis að það verður verið að réttlátt ástæða fyrir stríðið verður að vera sko síðasta leið sem við getum notað við getum búin að prúfa allt annað það verður að vera það getur ekki hver sem lýst yfir stríði eða að byrja stríð þú verður að hafa löggildingu til dæmis að það er ríkisstjórnin sem getur lýst yfir stríði eða eitthvað slíkt svo verður að vera sko réttur vilji eða góður vilji á bakviða svo verður að vera stór möguleiki á því að hægt sé að vinna stríðið og það er þá ekkert viti að byrja stríð sem þú átt eftir að tapa og svo náttúrulega verður síðan að passa upp á það að þú haldir ákveðinu jafnvægi eins og til dæmis þá ef þú byrjar stríð og getur ekki nota kjarnorkusprengjur og unnið stríðið þannig það er ekki neinu jafnvægi út af við sjálfan hernaðinn til dæmis maður hefði getað unnið Afganistastríðið með kjarnorkusprengjum þannig séð en það náttúrulega hefði verið brotið þetta allar reglur og síðan náttúrulega gilda aðra stríður sko í stríðinu það er þess að jus in bello sem þessi klassikinn það er samt líka sem er svo kaldhæðislegt eða þú veist svo skrítið þetta vita allt sem að skilja og að þú veist einhvern veginn þú veist að taka svona viðbjörslega hluti svo stríð skilur og setja ykkur svona sentilmanna reglur í kringum það eins og sé ykkur leikur skilur og þetta svona eins og við vorum að tala Rauða krossin inn í síðasta þetta og Genfa sáttmálum þetta svona þó svo sko allt þetta sé gott og göfugt skilur þá þetta eru til gagnrýnis raddir á þetta eins og allt annað og það sem þetta hefur verið svona það sem ákveðin gagnrýnis rödd hér er að þú ert að réttlæta stríð þú ert að segja skilur það í lagi að fara í stríð ef að það þú veist, þú ert ekki banna stríð Genfarsáttmáli bannar ekki stríð en þá sem þetta svara þeir og segja skilur þú veist, við munum aldrei geta komið í veg fyrir stríð skilur og kannski tengt þessu þetta þegar við vorum að tala þetta Rauða krossin í síðasta þetta og hlutverk hans í seinni heimsstyrjöldinni og það gildi þá kannski rauninni eins yfir allt þetta sem við erum að tala þessi stríðslög og svona skilur og þú veist að þú getur alveg gagnrýnt þetta fyrir að segja þetta réttlæti stríð og þetta þú veist hvað sem þetta normaliseri stríð en á sama tíma þú veist þá er þetta þú veist þetta er það eina sem er þá minnst þú veist að gera það eitthvað betra heldur en ella sko algjörlega en það er líka það sem er svo erfitt náttúrulega líka með hlutleysið Rauði krossin ég seti heimsstyrjöld en það er líka áhort með eins og aðrar eins og stofnarir Amnesty International þeir hafa fengið mikla gagnrýni til dæmis fyrir það að þeir náttúrulega eru hlutlausir og þeir eru að skrá stríðsglæpi til dæmis í Úkraínustríðinu og þeir náttúrulega skrá ekki bara rússneska stríðsglæpi heldur líka úkraínska stríðsglæpi og þeir hafa með fengið sko mikla ádeilu og gagnrýni mitt fyrir það að vera að opinbera úkraínska stríðsglæpi en náttúrulega ef þú ert hlutlaus þá náttúrulega verður að vera auðvitað hlutlaus og ef þú ert að fyrir að bara að leggja áherslu á eitthvað eitt þá náttúrulega búið að eyðileggja stofnunina þá missir löggildingur leið þá er enginn fyrir að hlusta á Amnesty eða Rauða krossin eða hvað það er og þessi er náttúrulega svo hættulegt auðvitað núna með stríði náttúrulega í Gaza þessi stofnun þá Sameinuðu þjóðanna sem er bendluð þá við hryðjuverkaárásina 7. október ef það reynist rétt að einhverjir starfsmenn ég man ekki hvað það stendur fyrir er ekki UN12FR eitthvað er þetta ekki United Nations eitthvað flottamann og stríð og eitthvað svona einhver undirdeild þarna þess vegna það er svo háalvarlegt mál eða reynist rétt að einhverjir starfsmenn þessarar stofnunar hafi ekki verið hlutlausir og sérstaklega þá tekið þátt mögulega hryðjuverkaárás. En byrju, er það samt ekki það er dæmi sko að fólk hafi verið undir fölsku flaggi líka sem er náttúrulega bara þú veist það hefur verið hryðjuverkamenn sem hafa verið dulbúni sem Rauða kross eða Rauða hálfmána starfsmenn og það er náttúrulega líka mjög alvarlegt og það er stríðsglæpur það er stríðsglæpur að klæða sig í herbúning andstæðingsins eða
ekki að nota herbúning en vera hermaður, þykist róbreyttur borgari eitthvað slíkt og náttúrulega stríðsklæpur og nota auðvitað Rauðakrossin í hernaðarlegum tilgangi. Það er náttúrulega glæpur í sjálfu sér samkvæmt íslenskum lögum náttúrulega að nota Rauðakrossmerkið. Já. En það er auðvitað svolítið þannig þetta með líka þess að við talum að þú veist, þessu þýski Rauðakrossin og náttúrulega, þú veist, þessi samtök eiga náttúrulega að vera hlutlaus, þess að við talum. En það auðvitað er alltaf svolítið erfitt sko þegar ríkisstjórnir eru alls konar og pólitík alls staðar og náttúrulega í verstu dæmunum auðvitað erstu með náttúrulega það sem að svona samtökur geta verið undir hælnum á ríkisstjórnum eins og var tilfelli í Þýskalandi það sem að einhverju tilfellum til dæmis höfnuðu þeir sko þýski Rauðakrossin hafnaði aðstoð frá Genf sko þú veist það sem að var búið upp á að senda mannúðar aðstoð til fólks í fangabúðum og þeir bara nei takk, það þarf ekkert og svona skilurðu það er auðvitað slæmt og það var talað það þessi sögur Rauðakrossins á 19. öld sko að þetta voru stofnuð þessi landsfélög út um allt og upprunalega hugmyndin var náttúrulega að þetta er kannski svolítið svona miðstýrt svolítið frá Genf en það auðvitað gekk ekkert sko því að þetta urðu náttúrulega strax náttúrulega alltaf fyrst og fremst landsfélögin í því landi sko og náttúrulega svo í fyrir heimsstyrjöldinni eða í fransk-prússneska stríðinu og svona þessum stríðum þarna fljótlega eftir að Rauðakrossin er stofnaður auðvitað þá sjáum við það allir missa svo þýski Rauðakrossin er svona átti að vera bara undir þýska hernum til dæmis þó svo það sé ekki endilega að vera líkið þið sama við hvernig þetta var undir nasismann og svo sem en svona dæmi og það hefur verið talað það allir missa Rauðakrossfélögin sko urðu meira háð ríkjónum en á sama tíma minna en meira óháð Genf Þjóðurinn Sigurðan maður hún er alltaf jafn sterk já en ég held samt að svona heilt yfir auðvitað þá hefur Rauðakrossin við vilt alltaf tekist mjög vel til með þessu hlutleysi sko Já, algjörlega og ég held að það sýnir sér náttúrulega best í því náttúrulega hvað samtökin eru gífurlega stór í dag og tegja sér náttúrulega um allan heim og njóta jú almennt mikilvæg virðingar auðvitað einmitt og það náttúrulega vegna þess að þrátt fyrir jú að það hafi hvað að segja miðstýringin hafi ekki verið jafn sterk og maður kannski sá fyrir sér og auðvitað samtökin lituð af þjóðuríkjónum það er náttúrulega vegna þess að þjóðuríkin náttúrulega eru bara svo sterk en þá getur maður samt held ég litið á alveg sem svo að það séu jú aðdáunarvert hvað mönnum hefur samt tekist að halda á lofti hlutleysi og náða að vinna gott starf í hinum af þessum vopnuðu átökum einmitt, nákvæmlega En hvernig heldur að sé með svona við þurfum að koma okkur í síðara enda þáttarins við sjáum það hvernig þessar alþjóðlegu ráðstefnur og þessi boð og bönn í stríði þróast í takt við söguna allt frá tímum Gamla testamentisins og forn Grikkir voru með ákveðin lög og reglur það sem þeir sögðu þú veist að þegar við erum í stríði aðrar grískar þjóðir þá gilda þessar reglur og annað þegar við erum í stríði barbaran þá gildir hitt og svo framvegis og svo koma stóru miklu gjörðingavopnin og þetta þróast allt með því og svo koma þjóðamorðin og allt þetta og hvernig heldur þetta verið svo í framtíðinni menna þú veist þegar þú er bara með vélmenni og gervigreind og þessu til dæmis gervigreind vélmenni og svona þau geta ekkert vita hvað er óbreyttur borgari og hvað ekki eða kannski getur að bara gert þetta ennþá betur en menn alveg svo tala þú veist sjálfkeyrandi bílar eru líklegri til þess að forðast slys heldur en ökumaður, ég veit það ekki Já, það er bara það er áhverðarlega hreyfing í dag sem er að vekja svona hrindast að einhverju umræðu þetta og hversu hættulegt það getur verið að vera með gervigreind í hernaði og þú getur verið til dæmis með pínulítinn dróna sem er kannski hlaðin bara með einni kúlu og getur sleppt honum út og hann flýgur og getur flogið ennið á okkur og
skotu kúlun og það getur drepið einstaklingin. Ég sá nú þetta var einmitt svona að stuttmynd á YouTube. Nú man ég ekki hvað hann heitir sem gekk út á þetta, hryðjuverkasamtök sem gátu nota dróna á þennan hátt. Og það var einmitt til þess að vekja eða auka umræðuna þetta. Einmitt. Og það náttúrulega vitum við þetta að hernaðurinn að fara í þessa áttina eins og bara með öllum drónunum í dag en þeir náttúrulega ennþá flogið þetta en sem náttúrulega líka það sem flettist inn í þetta náttúrulega að það hafi verið að svona birtast aðeins í fréttum að það náttúrulega líka verið að vinna að náttúrulega gena breytum og verið að gena bæta einstaklinga til þess að reyna að búa til betri hermenn. Og til dæmis, það bara, ég held sé árið 2 ár síðan ég las að það var frönskum lögum að breytta einmitt til þess að opna meira en fyrir þetta og Kínverjar náttúrulega eru framarlega í þessum rannsóknum. Algjörlega, og þá ertu aftur með þetta, ég meina ef Kínverjarnir eru að gera það, verður við þá ekki að gera það líka og annars töpum við bara. Já, það er nefnilega það. Það er nefnilega það. Endar þetta ekki bara með því að við bara eyðum heiminum og svo er bara aftur í sticks and stones eins og Einstein sagði. Svo Einstein sagði, það sem náttúrulega líka ógnargjarnt náttúrulega heiminum í dag sko, að ef maður reynir að læra aðeins á sögunni að það var allavega svona síðastliðin nokkur 100 ár, það hefur verið svona mikið hernaðartímabil og óstöðuleiki og svo komið langt fríðartímabil, eins og seinni heimsstyrjöldin, fyrir og seinni heimsstyrjöld, mikill ófriður, langt fríðartímabil. Fyrir það var í raun og veru langt fríðartímabil á undan kjölfarið á Napóleónsstríðunum. Já. Og það er náttúrulega spurning sko náttúrulega núna, náttúrulega, þú veist það enginn séð fyrir sér, það var svona mikil óstöðuleiki í heiminum í dag, bara fyrir nokkrum árum síðan. Spurning hvort við séum að fara inn í nýtt svona óstöðuleika tímabil, náttúrulega mikið, náttúrulega margt að breytast í heiminum í dag, eins og það er ótrúlega til dæmis að Íran og Pakistan hafi verið að varpa sprengjum og hvern annan. En þeir síðan löppuð upp á það, þannig að það var ekkert meira úr því, en þú veist, hver er sér fyrir nokkru mánuði með árum síðan að Íran myndi ráðast á Pakistan og Pakistan á Íran. En alltaf er maður alltaf að læra af sögunni, það er alltaf þetta. Alltaf, þú veist, allt gerir svo hratt í dag, fattar þú? Já. Þú veist, friðartímabil og ekki friðartímabil og stríðstímabil, jú, þau koma og fara og eins sko, þú veist, framþróun og stöðnun í tæknibyltingu og svona, skilur þú veist, og núna er bara, skilur, framþróun í tækni bara, þú veist, á himinflugi, skilur, og bara, þú veist, það er allt svona veldisvöxtur alltaf við öllu, mannfjölda öllu einhvern veginn og, þú veist, svo maður sem einstaklingar sem er fæddur árið 2000 og eitthvað, skilur, upplifið miklu meiri breytingar heldur en bara á miðöldum það sem að, þú veist, menn auðvitað gáttu gerst einhverja rosalega breytingar en þú veist, það er ekkert í líkingu við þessar breytingar sem eru pælt í svo krakkarnir hérna, maður getur ekki séð fyrir sig hvernig heimurinn áttur að vera þegar krakkarnir okkar vera orðin fullorðin sko. Nei, algjörlega, alveg rétt. Þannig að þú veist, þetta er bara, maður vil ekki vera svartsýn ólöfum en það er bara stundum þannig að maður séð fyrir sig bara kjarnorku apocalypse. Já, þýski varnarmálaráðherra, hann var nú lekið einmitt einhverjum pappirum frá honum, það sem að stóð á Þjóðverjar að undirbúa sig fyrir stríð Rússa 2025. Það er bara svo leys. Bretar að tala það að taka upp herskildu. Ekki segja þetta, Ólafur, af því að við höfum sögu, nei, það er satt, það eru fordæmi fyrir því að spádómar hérna í hlaðvarpinu hafa ræst. Já. Það var einhver sem benti mér á það daginn að við sögðum, víst, ég sagði frá einhverjum í vinnufélagi mínu sem hafi sagt árið 2021 að það myndi brjótast út stríð í Úkraínu í febrúar 2022 og það gerðist. Alveg rétt, já. Þannig að þetta var í rámar í það. Þetta var örugglega, það vorum að tala Slesvíkustríðið eða eitthvað líka. Já. Þannig að við skulum passa okkur að vera ekki með hérna dómstagsspádóma hér. Já, við skulum passa okkur. Erum við ekki bara að fara að vera góður í bili? Já, þetta er komið gott. Þá segjum við þetta gott hér af hlaðvarpinu Suðurskoðun í dag og tólk. Við snúum hér aftur í næsta þætti og ræðum eitthvað allt annað. Við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins suðurskoðun.com. Þar er hægt að styðja bakið á þættinu með því að splæsa kaffibolla á okkur. Suðurskoðun@gmail.com er netfang þáttarins þar sem hægt að hafa samband við okkur, einnig á Facebook síðu þáttarins. Að því sögðu, kveðjum við heiðan í dag. Verið sæl.